Ein af mörgum sýningum sem á vökudögum, menningarhátíðinni sem nú stendur yfir á Akranesi, ljósmyndasýning þeirra Finns Andréssonar og Björns Lúðvíkssonar. Sýninguna kallaðir ýmist Finnur Bjössi myndir eða Bjössi Finnur myndir, það er svona eftir hver tala við þá. En strákar, þetta marga myndir sem að sýna hérna, Björn? Já, við sýnum hver 12 myndir, þetta eru 24 myndir sem eru, svona af alls konar toga, svart-hvítt og lit. Og bæði náttúrlífsmyndir og móti? Já. Ég svona meira með kannski svona frá viðburðum, einhverjum fólk og viðburðir sko, en það læðist þarna ein og ein svona sólarlagsmyndin í og norðurljósa. En Finnur svona meira kannski núna í landslæginu. Jú, bæði landslægi og fuglum. Fuglar og fiskar eru búin að vera viðfangsefni hjá þeirra undanförnu eða ekki? Jú, núna í sumar, eftir að ég keypti mér aðeins stærri límsu, þá var ég fyrir að prófa fuglana, bara gengið ágætlega. Svo hefur verið að senda frá þér dagatöl og einn nýkomið. Já, ákvað að láta draumið rætast. Mér langaði alltaf að gefa dagatal, norðurljós dagatal og lét vera að því. Fekk góð fyrirtæki til að hjálpa mér og bara mjög góða viðtökur. Þetta allt norðurljósamyndir sem eru á því dagatali? Allt saman. Og hvert sækjur myndefnið? Ferðu við það? Þetta Akranes og nágrenni sem að ég týnt saman sko. Þannig að þú hefur legið á bakinu hér upp sveitir og myndað norðurljós? Já, það má segja það. Eru alltaf norðurljós hér í nágrenninu? Svona, já þegar góða tíð, þá yfirleitt svona bara annað hver dag. Og náttúrulega nú voru allir konar með app í síman, þannig að það bara pípa síminn hann, þá má hann farin út. Það liggur heima. Þetta maður reynir að nota allt tækifæri. En þetta, eins og fugla- og fiskamyndir, þetta náttúrulega krefst þolinmæði? Já, maður verður að sitja fyrir fuglunum. Ég alveg nýgræðingur í þessu og fengi svona leiðbeiningar frá ýmsum stöðum og svona bara fylgt að segja áfram sjálfur og mörgum sinnum sitja bara í bílnum og sitja fyrir þeim og búin að koma að staði að mávarnir eru svolítið skemmtilegir. Þeir bíða eftir fjörunni og tína svo dekkjónum á bryggjunni, þannig að það er auðvelt að ná þeim. En Bjarni, þú búinn að stunda ljósmyndun lengi? Já, maður búinn að síðan maður var krakki sko, og svo fór maður í gaggó þegar þá varu framköllunar græðurnar og maður var að taka myndir og framkalla heima hjá sér, myrkvaði klósetherbergið og eða búrið heima eða eitthvað og var að framkalla. Svo hefur þetta verið svona kannski einhver hlýja á þessu, en hefur núna síðustu ár verið mikið. Stafræna tækni, hún nýtir undir? Já, stafræna, hún gerir mikið í þessu. Það þarf ekki að bíða eftir að sjá hvernig þetta kemur út þó að það hefði verið skemmtilegt á filmunni. Finnur var reyndar í að gera einhverja, svona lyklakippur og segla. Seldist þetta Finnur? Voru ferðamenn að kaupa þetta hjá þér? Ég hafði varla við að panta inn. Þeir eru alveg vitlausir í þetta sko. Bara heimamenn líka sko. Þeir eru að setja þetta með jólakortinu. Þetta er mjög vinsælt. Þannig að það er kannski það sem vantar að marka, það er svo litlir minjagripir. Það er ekki allir að kaupa lopapeysur eða gærur. Nei, það er ekki allir að kaupa það og mér datt nú aldrei í huga svona, ég fékk þessa hugmynd nú frá öðrum sko reyndar, en að líma svona 2 myndir á eldspýtustokk, að það gæti verið svona, eða margir bara vildu kaupa þetta. Ég datt það aldrei í hug. Þið eru harða ákveðnir í því að halda áfram ljósmynduninni eins og það hafa gert? Já, maður er yfirleitt með myndavélina í hendinni eins og og maður fer varla út sko, öðruvísi. Svo var tónlistaratriði hérna við opnunina, það er eitthvað sem tengist þér eða ekki? Jó, það er tilvonandi tengdadóttir sem kemur frá Írlandi, Dublin, og hún hefur verið að spila mikið á þessar sekkjapípur og líka einhverjar svona ásláttartrommur líka sko.
Og þú nýtur góðs af. Já, ég reyna að nota mér þetta. Takk fyrir strákar og gangu vel. Já, Takk fyrir. Svoleiðis. Bátar, bátasmíði og skip eru ekki það fyrsta sem manni dettur í hug þegar Borgarnes nefnt. En þó þetta staðreyndin hér í gamla sláturhúsin í Borgarnesi. Þorsteinn Máni Árnason, hvernig kom til að þú fórst út í bátasmíði hér? Já, það nú kannski bara ákveðin þróun sem á sér stað því að 1996 þá byrjaði ég að gera upp gamlan Færeying og endursmíða algjörlega fyrir norðan í gamla DNG-húsinu og síðan æxlaðist þannig hlutir að ég var í Indónesíu, kem heim og þá er ég beðinn að fara niður á Akranes og taka þátt í Sputnik bátunum. Og það var nú til þess að ég fór að gera meira í smíðum. Ég var nú vítt og breytt landið að breyta bátum hér og þar inn á milli. En Indónesía tók mikinn hluta þarna á þessum árum að vetrarlagi. En síðan kem ég þetta og fer að vinna þarna, ætla að vera 2 mánuði á Akranesi. En þeir eruðu að deila 7,5 ári ríflega. Þannig að þar tek ég þátt í þessu með hjá Ingólfi Árnasyni og fleirum. Og þannig eiginlega æxlast þetta að ég ákvað það að fara bara að gera eitthvað meira. Á ruslahaugunum á Skaganum hafði verið mót sem hafði verið þar í 11-12 ár og þar var smá skæni sem að ég hélt hægt að gera eitthvað úr en tek það hérna upp yfir en þá reyndist það ónýtt með öllu. En eiginlega það var hugmyndin að því að byrja og það er eiginlega í því bríeri sem að þetta verður á þennan hátt. Og þetta þróast þannig að það verður alltaf meira og meira. Við förum að gera ýmsa hluti aðra eins og Sindrastólinn, gamla eggið og allt það. Við förum og gerum drentappa fyrir Noreg og Ísland í loðnu og síld. Þannig að það eru ýmsir hlutir sem hafa komið og þetta verður svona undið utan á sig. Kona þín er með þér í þessu, María Sigurjónsdóttir og hún er skipasmiður líka. En hvernig duttuðu hér inn í gamalt sláturhús? Já, það var nú þannig að við vorum búin að vera á höttunum á vornóttum 2006 að þá erum við á höttum eftir því að fá húsnæði. Erum hér og þar í Hvalfirði, niður á Akranesi og hér í Borgarfjarðarhéraði. Og það vildi svo til að Hermann Björn Haraldsson heitinn, bróðir Stefáns Loga, forstjóra í Vírneti, Limtré Vírnet, að þeir voru með þessa skemmu á leigu frá Gámafélagi Íslands og við förum á og hittum Stefán og hann var tilbúinn að leigja okkur 2/3 af húsnæðinu og við myndum taka alfarið yfir rafmagnsreikninginn og síðan gengur hann úr skaftinu og við ákvaðum bara að halda áfram. Og þegar hann þurfti að gera væntanlega einhverja breytingar á húsnæðinu, ekki? Já, þetta er jú gamla fjárréttin og hér var nánast bara ein rússnesk ljósapera og svo þegar við förum að kynda og lýsa upp þá kemur í ljós náttúrulega. Hér eru lambaspörð og svo gís upp hlandlyktin og þannig var það fyrstu mánuðina en síðan er þetta orðið ágætt. Við rukum til og reyndum að einangra eins og hægt var fyrir sem minnistan pening því að maður vissi aldrei hvernig að þetta myndi þróast. Þannig að svona standa hlutinir í dag með búið ýmis baráttu í gangi en maður veit aldrei hvað framtíðin ber í skauti sér en nægur verkefnin og endalaust legið á okkur að taka báta. En sjósetning báta hér í Borgarnesi, fara þeir héðan á vagni eða þú voru að setja sjávarföllum til að setja skip og flot í höfn hér? Faxaflóahafnir fóru í það í fyrra vor að koma hér slysku, annars var þetta alveg ómögulegt. Og það er mjög vel og þetta framtak þeirra mjög lofsvert því að þetta bjargar því að hér er hægt að setja á flot og taka upp hvenær sem er en náttúrulega að sæta sjávarföllum. Nú maður býst við því að náttúrulega eins og þurfti í gamla daga þá þurfti að dýkva alltaf hér 2-4 ára fresti
og maður býst við því ef að á að setja upp hér höfn eins og menn að tala kannski 60 báta lægi, að þá fari menn í það bæði að varða leiðina því að ekki hægt að treysta einvörðung á GPS því að eins og allir vita ef verður sólgos þá detta þeir út og þar sem allt svo þröngt hér að þá verða menn að vera með miðin á klárur. En endurnýtingin, hún talsverð hjá okkur. Þið eru að nota í hráefni ýmislegt sem aðrir eru búin að henda. Já, það er hérna bara, það er eiginlega með ólíkindum að við höfum átt í láni að fagna að hér áður fyrir þegar ég var niður á Skaga, þá fékk ég að ganga í gámana og heyrða til dæmis rafmagnstöflur og ryðfríu sem hefði verið á fiskvinnsluvélum áður. Þetta hirtum við og létum rafpólera í Hafnarfirði, þá er þetta alveg eins og nýtt. Síðan notum við mikið timbur sem aðrir hafa hent. Nú við fáum vélar og skrúfubúnað og eitt og annan sem að menn hafa lagt frá sér og síðan til dæmis vorum við að fá frá Tálknafirði kæli á Caterpillar-vélina, stóru vélina hér í Eldborgina. Þetta er kælir sem að kostar nýr svona 2,7 milljónir en þetta sendi Bjarni Andrésar okkur frá Tálknafirði. Þetta hafði hann tekið úr 3 BA rétt áðan að honum var sögt. Þannig að svona er eitt og annað sem kemur upp í hendunar á okkur og þegar við erum sem mestri baráttu hérna út á húsnæðismálunum að þá var allskyns hlutir sem gerðust. Það fólk var að færa okkur eitt og annað. Frystiklefa sem við gátum seld til að þéna pening. Nú Sigurður bóndi á Skarðsömrum, flugvélarrekandi í Indónesíu, hann sendi okkur rótarhnyðju sem hann vill að við skerum niður og notum í parkett hérna stigana, þannig að þetta er endalaust. Það er ekki oft sem mælar vegagerðarinnar segja að það sé logn bæði á Kjalarnesi og undir Hafnarfjalli. Þetta er samt staðreynd. Og hér á Belsholti í Melasveit er framleitt rafmagn með vindorku og hvernig er það, Haraldur Magnússon bóndi? Er alltaf logn í Melasveitinni? Þýðir eitthvað að framleiða rafmagn hér? Já, það er óveður í dag. Ég kalla þetta óveður. Hvað ertu að framleiða mikið rafmagn, Haraldur, með þessari myllu? Það á náttúrulega alveg eftir að koma í ljós. En hún getur framleitt 30 kW við svona 11 metra vind í úrkomu. Hún framleiðir meiri úrkomu heldur en í þurru veðri. En svo er bara að ferða eftir hvað vindurinn er mikill og hvað gerir ofta óveður eins og í dag. En þú ert náttúrulega varst búin að kynna þetta áður og fórst af stað. Hvernig stóð á því að þessi áhugi kviknaði fyrir að fara að framleiða rafmagn með vindorku? Já, það er sennilega, konan er sökudólgurinn í því hún gaf mér veðurstöð þegar ég var 50 fyrir 10 árum. Og ég safnaði þessum gögnum í tölvu og fór á spögglir í þessu og sendi þetta til Orkusetursins á Akureyri og þeir leist vel á þessar mælingar og hvöttu mig til þess að halda verkefnin áfram og ég fekk styrk í verkefnið frá Orkusjóði og Framleiðnisjóði Landbúnaðarins og þannig að þetta var, en svo féll þetta niður þarna fyrst við hrunið, þá kom svona stopp í þetta og svo ákvað ég að halda áfram þarna 2010, haustið 2010, fara í þetta og komin upp 2011. Og þú er ekki farið áfallalaust í gegnum þetta? Fyrsta útgáfa hjá þér endaði bara í jörðinni eða? Já, það var nú útgáfa sem ég keypti frá Svíþjóð. Að vísu smíðaði ég mastrið sjálfur og sonur minn. En í vindi þá bilaði stýribúnaður þannig að hún sneri sér ekki rétt undan vindinum, sneri sér of langt, fór í 180 gráður og var með straum inn á mótornum og var að taka straum af netinu frá mér til að keyra mótorinn og var þá að blása með spöðunum á móti vindinum. Og við það flögnuðu sundur 2 spaðar og mótorinn hélt áfram að ganga með 1 spaða og þá misti hann balansinn og braut sig niður og hristi mastrið nánast sundur og fór sér mótorinn sjálfur í jörðina.
Síðan ferðast það aftur, þú varst ekki á því að gefast upp. Nei, þetta var of mikið búið að kosta til og auglýsjálega að feillin sem þarna var, að það var bara að yfirstíga hann, finna réttu græjurnar til þess að lesa þetta rétt og þannig að hún vinnir rétt og teljum okkur vera búin að komast fyrir það núna. Hvað gerðir þú til þess að endurbæta þetta? Já, það þurfti náttúrulega að smíða nýja spaða og ég fór með brotin norður á Akureyri til Siglu, skipasmíðastöðina, og þeir smíðuðu fyrir mig nýja spaða og síðan endurhönnuðum við svona snúningsbúnaðinn, styrktum hann, settum nýja tölvubúnað og stýringu í sambandi við snúningin, hvernig hún á að snúa sér og hinn og þessa nema, titringsnema, til þess að skynja titringin á henni. Þannig ef hún fer að titra mikið, ef það kemur kannski ísing á hana eða eitthvað, þannig að hún fer að skjálfa eitthvað óeðlilega mikið, þá slægir hún bara út. Þannig að það er búið að setja ýmsa varnagla. Þú talaðir það við mig að þetta væri nánast allt orðið íslensk smíði. Já, nema sko það er náttúrulega keyptir í þetta hlutir eins og tölvubúnaður og encoder og skynjarar og svoleiðis en samsetningin er öll íslensk og forritunin er af íslenskum hönnuðum, forriturum. Voru þá íslenskir forritarar þekktuðir til hvernig þeir ættu að gera þetta? Ekki, þeir þekktu hvernig þeir áttu að sko forrita en þeir vissu náttúrulega ekki hvernig þeir áttu að láta stýra því. En ég náttúrulega var búinn að hugsa þetta mikið og sjá hvernig þetta þarf að vinna. Þannig að þetta er svona samstarfsverkefni míns og þessara tveggja stráka sem að hafa forritað þetta fyrir mig. Og þú framleiðir ekki bara beint inn á rafmagnskerfið, hvernig er þetta geymt? Jú, sko hún er bara tengd inn á kerfið hjá mér. Þannig að þegar hún framleiðir meira heldur en ég nota, þá fer það út á netið. Og mælirinn sem var settur hjá mér, hann mælir inn í báðar áttir. Annarkvort er ég að selja út á kerfið eða ég er að kaupa af því ef hún er ekki að framleiða eins og í dag. Þá er ég að kaupa bara á netinu og svo þegar að gerir hérna 10 metra vind eða 8 metra vind, eða jafnvel minna, þá fer ég að selja út á kerfið fyrir utan það sem ég nota sjálfur. Og dugar þetta fyrir búið? Hún dugar fyrir búið svona mestu leyti þegar það komur svona 6-7 metrar. Þá er hún að framleiða raunlega það sem ég er að nota. Með svona smá sveiflum sko. Því það er náttúrulega alltaf smá sveiflur á notkunni hjá mér. En svona 7-8 metrar þá er ég farin að selja. Komin aðeins góla núna, en spaðarnir hreyfast ekki. Hvað veldur? Það er þegar hún er búin að vera stopp í ákveðin tíma og mótorinn og gírinn allt orðið kalt, þá þarf hún svona 5,8 metra til þess að fara yfirvinna træðulögumálið að koma sér á stað. En svo þegar hún er komin á stað og búin að mótorinn farin að hitna og gírinn, þá getur hún framleitt alveg niður í 3,8 metra í þurrveðri en er að framleiða niður í svona 3,3 til 4 metra í úrkomu. Hér í sjónum við Langasand hafa 20-30 manns verið að busla undanfarnar mínútur. Það er kalt, 5 stiga hiti og sólin að setjast. Karl Þórðarsson, er þetta ekki brjálað að vera að fara í sjóinn í þessu veðri? Nei, aldrei að meina búið. Þetta er bara hressandi. Ertu búin að stunda þetta lengi? Síðan í ágúst, 3 í viku. 3 í viku og allt árið, allar að fara? Já, ég veit það ekki, það kemur í ljós. Það talaði við hennan Kristleif, hann er búinn að stunda þetta lengur. Og Kristleifur sér alla mælingar. Kristleifur, hvert er sjávarhitinn, hver er hann núna? Hann er 7,7 gráður og er svona fer lækkandi núna. Er það ásættanlegt til að baða sig? Það er bara hressandi sko. Svo við vetrartímana þá fer hann allt niður í bara 0 gráður og þá er orðið svolítið kalt. En í sumar, það var nú rigningartíð, ekkert sólskín eins og síðustu sumur. Hvernig var þetta? Já, bara
frekar fullt með að við sumarið þar áður allavega. En við látum okkur bara hafa það. Við erum bara ánægðust ef við fáum svolítið hressilegt veður og öldur og læti. Það verið nóg að því í suðvestanáttinni, eða ekki? Jú, bara fínt sko. Bara þetta er besta sem ég hef gert. Ég byrjaði á þessu, ég var orðin 60. Og þetta er besta della sem ég fengi. Nú hefur alveg farið hérna í sjóin bara og tætt á uppalinn okkar. Aldrei. Ég var alveg upp í Krókulóni, var alltaf bara, þar var náttúrulega sko ræsið. Maður fór aldrei í sjóin. Ég var aldrei á Langasandinum og ég held bara, ég segi það satt, ég hef ekki farið finn ég fór hérna í brjáluðu brimi í mars í fyrra. Og ég hef aldrei verið svona lett á ævi minn því ég komst alltaf, sko, gat alltaf staðið upp því að brimi var svo mikið. En ég kom alltaf eftir. Það hefur ekki verið skortur á briminu núna, eða? Jú, það búið voða rólegt. Aha, Já. síðustu daga, Já. en í sumar. Það var náttúrulega að koma svona á og til svona öldur og svona, maður veit aldrei hvernig maður er að vona á hérna á Langasandinu, sko. En þetta er bara besta aðstæða hér. Svo höfum við stundum, ég er búin að pröfa að synda úr Reykjavík yfir í Kópavog og fara hann í Nautdalsvíkina. Og bara, sorry, sko, þetta er besta aðstæða. Það er alltaf fastur sandur, við erum alltaf svo örugg og nema náttúrulega í brjáluðu veðri. Og það hefur náttúrulega fengið ægilegt útsókn. Og ég einu sinni þetta alltaf hjálpa mér. Af því að bara, ég náði ekki að standa upp, þá komu öldurnar svo skarpt. Þannig að maður er ekkert að fíflast við sjóinn, sko. Og þú ætlar að halda áfram í þessu framöndur öllum aldrei. Heyrðu, ég sagði strákunum, sko, ef ég dey hérna, þá er ég að deyja við eitthvað sem er skemmtilegt, en ég ætla ekki að hætta saman hvað hver segir. Og barnabörnin með þér? Heyrðu, já, þau eru hérna að vaða. Hann er nú svona farið alveg á kaf, nema núna er hann eitthvað ragur. Hann er vanur. Mér finnst þetta bara, strákurinn minn byrjaði. Og ég fór svona eftir hann, síðan hefur hann hætt. Já, þú æfir líka sér.